Við göngum sína þennan föstudaginn. Það smá svindl í gangi að vera með kickstart með Hartinn í gangi því að ég set þetta lag alltaf á þegar tveir harðir eru í stúdíónu og þegar tveir harðir og einn mjúkur eru í stúdíónu en ég bara einn í stúdíónu í dag. Þetta voðalega einmanna hjá mér en engar áhyggjur því að það verður mikið stuð enguða síður. Egill Einarsson eða Gils eins og hann kallar sig. Hvað sem að kalla sig þessa dagana, þessi vitleysingur, hann stattur í Englandi og að fara á leik Manchester United á Chelsea á sunnudaginn. Gæti nú verið í hringi hann á eftir í beinni, hann fáum eitthvað svona smá skamt af honum og svo Steindi Junior ennþá í tökum á þættunum Hreinn Skjöldur sem að, verður held ég skemmtilegt, steikt en skemmtilegt. Búin að sjá klippur úr því og hafði mjög gaman að. Þannig ég bara einn í dag og fekk engan með mér því að það eru líka tökur á talent. Ísland gott talent helgina og næstu. Þannig að höfðum ekki mikinn tíma til að undirbúa þáttinn. Þannig ég ætla að vera bara með svona best of þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur. Og ég verði hérna í beinni þannig að þið getið sendt bæði á Twitterin og ITB ef ykkur langar að heyra eitthvað. Eða bara hringja 511 0957. Það er fínt að fá nokkuð símtölirna menn ég hangi hérna einn. Það er svona off the air. Ef vil ég heyra eitthvað lög eða einhverja sketsa, þá bara að gera að syngja. En það er líka við hæfið að sé best of þáttur í dag því að það styttist í 3 ára afmæli FM 95 Blö. Það er núna eftir 3 vikur og ætlum við að reyna að vera með einhverja veislu þá. Aldrei að vita að fái alla karakterana aftur og bara alla hóstana. Pétur Jóhann, Sveppa, Björn Braga, Egil, Steinda og alla sem hafa verið með. Þannig að það ætti að vera einhver stemming, höldum upp á 3 ára afmæli eftir 3 vikur, þannig að ekki missa því. En eins og ég segi, þá ætla ég að vera bara með svona best of handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Og ég er búinn að finna hérna nokkra skemmtilega sketsa. Ég reyna að vera ekki með alltaf sömu því að það hafa verið 2 best of þættir áður. En það líður nú eiginlega svona alltaf ára á milli, þannig að við erum ekkert að kaffara ykkur í endurspilun hérna. En það sem ég ætla að byrja á í dag er karakter sem ég sakna gríðarlega og fæ nú af Pétur bara til að leika sér með hann. Þeir eru bara 2 að hanga, hann heitir Gunnþór og Gunnþór var frægur fyrir það að ringja allan bæ og láta fyrirtæki heyra það. Hann myndi svona meina að væri ennþá bara 2007 í gangi, allir með öllum og kampæn og ég ætla að leyfa ykkur að heyra þegar Gunnþór ringdi í Skeljung alveg brjálaður yfir verðinu á bensínum. Tjekkum þetta eins á Gunnþóri. Skeljungur skiptiborg, góðan dag. Það slítnaði þetta hjá okkur áðan. Það slítnaði, heyrðu. Ég er búin að bíða endalaust eftir þessu. Hvenær fær maður eitthvað svör? Bíða eftir hverju, segir þið? Ég er búin að vera að bíða, ég var að tala við þig áðan. Ekki mig? Nú? Nei. Það skiptir þá ekki máli, ég er búin að reyna að komast í botn í þessu. Í hverju? Hvenær er þetta að fara að leyfa okkur fólkinu í landinu að njóta góðs af því að hvernig bensín verði endalaust helst alltaf í hæstu hæðum. Það er alveg sama hvar drepið niður. Halló? Já. Já, og hver heldur að geti svarað því mér? Það er alltaf sama sagan, það er alveg sama hvaða bensínstum maður kemur á. Það er sama ogrið. Já, það er allstaðar. Já, og bensínverð lækkar allstaðar, heimsverðið er hríðlækkað. Þið eru alltaf með það alveg hæstu hæðum. Hefur heimsverðið lækkað? Já, ég fylgist með fréttunum mínum, ég get alveg sendt hérna. Og hvað eru þið að gera þarna baðandi ykkur í kampavíni fyrir peningana okkar fólksins í landinu? Heyrðu. Og allir með öllum vantanlega? Heyrðu. Sleikjandi hvern annan? Hvaðan ertu að hringja? Ég var að hringja heima frá mér. Hvað var það þig það? Nei. Og bara þakka fyrir að þið geti svarað, þið er ekki allir með öllum annað. Þú ert með hálfgerða svívirðingar hérna á okkur. Ég er ekki með neina svívirðingar, ég get alveg sagt þér það. Ég er alveg búin að fá mig nóg aðeins og það eru fleiri. Þú veist að þið er ekki að hella þér yfir konur sem eru á skiptiborðinu. Mér er alveg saman, ég var að tala þarna með einhverjum mannesku áðan. Hvað sagði hún? Það slitnaði, ég skapi næst að halda hún hafi bara lagt á mig. Já, það gæti alveg verið. Og hvernig stendur á því? Það er svolítið erfitt að sitja undir svona. Sitja undir, þeir eru vantarlega bara hellandi í ykkur kampavínu og jarðaberum og... Kampavínu? Já, þeir eru alltaf peningana, hvað eru það að gera með peningana þá? Hvað hór er í gangi þarna? Heyrðu? Er það ekki það sem þetta fólk er að gera? Veistu, ég held að það geti bara... Borðandi eftir rétti með gulli og hór er í? Veistu það, við getum náttúrulega ekki staðið undir svona löguðu. Ekki... viltu ekki bara... Hvað heldur þú að ég haldi? Hvað á maður að halda með það? Þeir eru alltaf... Hvað? Þegar alltaf samanverði, það er aldrei lækkað. Nei, það er aldrei lækkað. Akkur gerið þið það þá ekki?
Það er reyndar gerist það stundum, jú, að það lækkað verðið. Já. Og hvenær ætlið þið þá að gera það næst? Ég get ekki svarað þessu því miður og sá sem að kannski hugsanlega gæti svarað þessu er á fundi. Á fundi, já. Það er nú skemmtilegasta afsökun sem ég heyrt bara. Já. Alveg með ólíkindum að þið skuli geta vaknað á morgnana bara. Algjörlega með ólíkindum og svo getur engin svara neinu og það er inn og þessi á fundi. Já. Það sé ekki bara eitthvað annað í gangi þarna. Eitthvað helvítis partí, hvenær verður partí í búið á ykkur? Frussandi yfir ykkur kampavín allan daginn, rósandi ykkur og klappandi hvert öðru á bakið. Og meðan að fólk eins og ég, bara venjulegt fólk, er að blæðandi og hefur ekki efna á bensíninu sinni. En það þýðir ekkert fyrir að vera að skammast við mig. Allir með öllum og þetta bölvaða hórir í sem að fylgir því. Þegar fólk er með peningana svoleiðis flæðandi að... Þú verður bara að leggja á þig af því að ég get ekki svarað þér. Þá fyrst fær hórir í allt þetta hórir út um allt. Hæ? Ætlar að leggja á mig? Þetta er gamall og skemmtilegur hrekkur. Þarna hringdi Pétur Jóhann sem Gunnþór í Skeljung. Og já, ég hló allavega hérna einn í stúdíónu. Vonandi hlóðu þið líka, kæru hlustendur. Ég ætla að setja núna á, hressandi lag. Svo fáum við uppáhalds íslenska slúðrið mitt frá Steinda Junior. Ég held að það eru nokkri að núti sem held ég sem er á hreinu hvað er besta íslenska slúðrið hinga til, en áður við fáum það þá er Harris og John Newman þeir að hlusta hér á Best of þátt af FM 95 blöðum og það er að koma fullt af skemmtilegum uppástöngum hér á Twitter ÖTB-in á Twitter ef þið vilja koma með einhverja ef það er einhverja sketsjar sem að þið vilja heyra kæru hlustendur, en ég sagði áðan að eins og oftast á þessum tíma þá fyrir við slúður, en þá fyrir ég erlend slúður. Núna ætla ég hins vegar í íslensk slúður og spila uppáhalds íslenska slúðrið mitt hjá Steinda. Þetta er þegar að Ásgeir Kolbeins datt inn í slúðrið hjá honum og var orðinn háður einhverju. Ég er búinn að heyra þetta held ég 3 svar, en ég er til að heyra þetta allavega einu sinni enn og vonandi þið líka, hlustendur. Hér kemur æðislegt íslensk slúður, tekum á þessu. Það er hins vegar komið að dagskrárliðið hér sem að kallast íslenskt slúður. Já, það er komið að slúðurinu. En svo alltaf vil ég taka fram að ég ber enga ábyrgð á þessu slúður. Þetta er dagskrárliðið sem að Steindór Hróar Steindórsson sér þannig ef það er einhver sem þarf að láta í sér heyra eða kæra, þá talið við hann. Mér finnst þetta orðið mjög óþægilegt þegar þú opnar þetta alltaf svona. Ég beðin að gera það. Já, en mér finnst þetta bara óþægilegt. Egil, er það ekki? Jú. Finnst þetta ekki skrítin opnum? Mjög. Erum við ekki í þessu saman? Sko, málega Hvað ertu með slúðurinn? Við erum allir saman í þessu með þennan þáttina. Það rignir inn tölvupóstum eða ekki? Það rignir inn tölvupóstum og ég þarf að taka, ég er sendibóði, það er bannað að skjóta Þú ert sendibóði. að lesa e-mail. En það er komið að íslensku slúður og það er hárrétti á Rauðum Blöndal og það er brakandi fest í dag, ég get lofa eitthvað því. En þetta eru 3 mólar eins og alltaf. Eins og alltaf, já. Og ég ætla að byrja bara, ég er svolítið spenntur, ég ætla bara að vinda mér í þetta. Og fyrsti punktur, fyrsta slúðrið, það er Ásgeir Kolbeins. Það er Ásgeir, hann er aldrei verið það. Góð vinur þáttanins Ásgeir Kolbeinsson. Og hann er aldrei verið það? Nei, heyrðu, hann hefur aldrei verið. Nei. En haga sér líka eins og maður. Já, en þetta er, sko, þetta er dagsatt dæmi sem ég er að fara að lesa þetta. Þetta eru mörg vitni og ég fekk allavega 3 eða 4 mismunandi tölvupósta með þessu slúðri. En það vita nú ekki margir, þetta vita ekki margir. En Ásgeir er háður rassamæli. Það er bara svo leiðis. Háður rassamæli. Hann er háður rassamæli og hann var vist, sko, hann var rassamældur mikið sem krakki. Og sko, hann var svona einn af þessum krökkum sem svona greip allar pestir. Hann var svona mikið lasinn og var alltaf rassamældur af því að hann, sko, eyrnamælirinn virkaði ekki. Það er líka áreiðanlegast. Já, algjörlega, mjög áreiðanlegast. Já, og eyrnamælirinn virkaði svolítið illa á hann af því að hann var með svolítið þröng eyru. Þröng eyru? Já, svona, það er erfitt að mæla hann, en hann var alltaf rassamældur og svo þroskaðist hann aldrei einhvern veginn upp úr þessu, eða svona, þetta óx ekki á honum, hann hefur alltaf verið svona nett hrættu við pestir og flensur og svona eymsli í hálsi og svona, hann heldur alltaf að sé að vera slappur. Okay. Og konan hans er búin að vera rassamælan í marga mánuði og er orðin bara þvílíkt þreytt á þessu, hún er bara hætt að nenna þessu. Og núna síðustu helgi þá faraðu saman í partí á menninganótt og það voru allir að fá sér löflétt og svona, þú veist, og Ásgeir var komin hann í Jagerinn og þið vitið, þetta var bara fínt partí. Það er alltaf, er slúðrið þitt, er það sponsorað af Jagermeister eða? Það er annað hver maður alltaf komin í Jagerinn. Hann var bara búinn að fá sér smá Jager, hann var líka búinn að fá sér miklu meira, hann var búinn að fá sér vodka og rom og þetta er engin spons í þessu, ég tek greinilega bara einn ábyrgð þessu. En það sitja allir svona í stofunni í þessu partí og hann er komin vel í glas, Kolbarinn, og er svona byrjar að biðja lið að rassamæla sig.
Jó, nei, og sko, fólk held náttúrulega að hann væri bara að djóka og svona. En konan hans var farin að skammast sín mikið fyrir þessu, af því að hún vissi að þetta var ekkert grín og svona. Hvað hann að vera að lappa partí að byrja allir að hann var svona suð í liði, þú veist, þetta var orðið löngu orðið þreytt, hann var svona suða í liðinu, þú veist, sko hann stendur hérna og þú veist, erum við ekki fullorðið fólk hérna, segir hann. Veitu hvað, þetta eitthvað vesen að rassamæla kallinn? Ég potið með nokkra komur hérna, erum við ekki fullorðið fólk? Það segir svona, erum við ekki fullorðið fólk mikið, sko. Og svo gerðir hann niður sig og fer upp á stofuborði í partíinu. Mörg vitna þessu partí. Mörg vitni sem voru í partíinu fer á 4 fætur upp á stofuborði og stingur rassamælinn í rassinu. Og er svona að hlægjast, þetta er svo barnalegt. Nei, þetta er ekki barnalegt, það var svo erfitt. Rassamælda sig sjálfur? Var þetta svona erfitt, segir hann? Erum við ekki fullorðið fólk? Erum við ekki fullorðið fólk hérna? Og fólk ætlaði ekki að trúa þessu. Og konan hans var að reyna að fá hans að hætta þessu og nennir ykkur að lesa á hann fyrir mér. Hvað stendur á mælinu? Við erum fullorðið fólk, segir hann. Og hann var náttúrulega bara með 37 að hitta, kannski nokkra komið, það var ekkert að honum. Þetta er mesta rugl sem ég heilt. Nennir ykkur að skólan, segir hann. Við erum fullorðið fólk, segir hann, hann var alltaf búin að fá sig. Svo leiðin í bæinn, þá var hann svona að reyna að rassamæla lið í taxan. Og svo fóru náttúrulega allir á austur og og þá var hann að biðja að rassamæla sig þar. Þetta er komið gott núna. Nei, ég rassamælti mig, ég rekði út, ég á hann á stað, ég rekði út. Við erum fullorðið fólk anskutin hafið að rassamælti mig. Þetta er að frétta af golfbaranum í það. Já, þetta er að frétta af golfbaranum. Hann var að biðja allum að rassamæla sig þarna í einhverju partí á menninganótt, virkilega hressandi. Við ætlum að henda okkur í nokkrar auglýsingar og höldum svo áfram með stútfullan þátt af skemmtilegu efni. Best of í dag. FM 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla fimmtudaga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta fimmtudag. FM 957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking, léttur. Wow er Doritos og Bóli kynna Reykjavík Comedy Festival í Hörpu. Hinn eini sanni Stephen Merchant kemur fram á sunnudeginu. Stjarnan úr The Office, Extras og Hello Lady. Ekki missa af Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu. Sena. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þið séð Titanic með eigin augum. Flakið, ekki myndina. Slepptu henni. Eurojackpot. Förstu dagur til fjár. Kaffi Grensás með frábær tilboð út október. Fáðu ljúffenga 12 tómmu pítsu með 4 áleggstegundum og hálfum lítra af gosi á aðeins 1000 krónur. Kaffi Grensás, Grensásvegi 26, sími 5535123. Betri næring, betri árangur, betri líðan með Sæmex fæðubótaförum. Líkam og lífstíl Kópavogi, líkamolífstíl.is. Ertu að hlaupa? Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hotlasti skyndibitinn í bænum. Elisabeth Önnur Englandsdrottning hefur aldrei svo vitað sé tekið smálán með því að senda SMS í 1902. Er passamyndin þín á breska pundinu? Hélt ekki. Smálán fyrir venjulegt fólk. 20 ára afmælistónleikar Nirvana plötunar Unplugged í New York verða í Háskólabíói laugardagskvöldið 8. nóvember. Nánari upplýsingar og miðasala á miði.is. Klefarskóin, já, farið það bara. Mánudagur Stöð 2. Brestir. Vændi á Íslandi. Og svo bara tóttaði hann. Lífið á Litla Hrauni. Svo bara þegar hann var í sló 10 ár, skilur, þá hugsaði ég bara shit, maður. Þetta er fucked, sko.
Forvitni fréttamenn rýna í bresti samfélagsins. Þetta reynir þetta nýjasta barni til að fá okkur almennileg rétt inn í fangisi. Við gæjumst undir yfirborðið og fylgjumst með því sem fram fer fyrir luktum dyrum. Þetta gras sem við getum búið til óljós. Brestir, mánudag klukkan 20:45. Stöð 2, jú, margfalt skemmtilegri. Dælast líka inn, sketsar sem fólk vil heyra og ég ætla að reyna svona að spila það sem að fólk vil heyra. Enda erum við hér til þess í FM 95 Blö og Brjátbreki vinsæll, það eru margir sem vilja heyra í Brjánsa. Ég ætla að setja á einn klassískan hér eftir smá stund og er með þess að búin að velja einn mjög góðan. Það eru líka margir sem sakna greinilega Ingo Veðurguð. Við vorum mikið að stríða honum hérna fyrir, svona cirka ári, 1,5 ári síðan við Egill þegar við vorum 2 á föstudögum. Og ég er að spája að spila bara uppáhalds veðurguðin minn. Það hlýtur að vera besti veðurguðin þegar við hringdum í beinni útsendingu í bæði Ingo Veðurguð og Sigga Storm. Allavega hafði ég mjög gaman á sínum tíma og við skulum heyra þegar þessir meistras fóru að klást hér í þættunum. Það er hann, ég menna að þú talar um veðri, hvað er gott veður svona, þú hugsa alltaf um Ingo, ekki Sigga. Nei, það var alltaf Siggi Stormur. Siggi mun, hann hatar, ég lofa þér. Herðu, það sem ég var að spá, hvort er maður að prófa þetta í beinni, að hringja í, sem sagt, Ingo Veðurguð og Sigga Storm og vera með á sikkur línni. Getur að báða at the same time á línni? Já, þá þurf ég bara að gera þetta svona, sko. Það er rosalega tæknin hérna. Já, en þá þurf ég að hringja hérna, býtu, það þarf að hringja í 2 númer. 7 panika. Já, þetta tekur maður. Það þarf að hringja í bæði einur. Vertu, segðu eitthvað skemmtilegt. Já, þeir eru að hlusta á hérna á FM 957 og með ykkur í dag Röðum Blöndal og Egill Einarsson. Við erum að hringja í Ingo Veðurguð og óvinn hans is arch rival Sigga Storm. Komið þið sælir, þetta er ekki Stormar hérna. Siggi Stormur? Hver er þetta? Herru, þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 Blö. Ertu ekki að grína? Nei, það eru 2 harðir hér á föstudegi. Já. Er það djúpalæðin sem eru að landi sem eru að spá í? Ingo Veðurguð? Já. Sæll og blessa, hvað segir þú gottunur? Já, bara fesku, það er ekki laðnir. Við erum góður, við erum að hringja núna til að bury the hatchet. Já, það er komið gott í billi. Já, Ingo Veðurguð? Er þetta Ingo Veðurguð? Já, hann er á línni. Já, það er blessað. Er ykkur annar á línunni, eða? Hvað segir þau? Er ykkur annar á línunni og með hann, eða? Já, your arch rival. Your enemy. Þetta er Siggi Stormur hérna, blessað, gaman að heyri þér. Siggi Stormur? Já, ertu ekki Veðurguðinn? Hvað, er þetta enni liðin sem var að fyndin núna? Nei, hvað er þau? Við erum að bury the hatchet hérna. Við ákvæðum bara að það sem við Egill vorum að spá í er mikil samkeppni á milli svona manni eins og ykkar sem spáir mikið veðrun. Æðin í alveg. Já, ég meina, Veðurguð þýðir ákveðið og hérna ég bara, ég meina, hefur áhuga á veðri, ertu svolítið klári í þessu? Þau minn almáttur, þú ekki að þessi komið í þetta, Ég var nefnilega að skoða þarna lagðina sem eru á Grænlandi sem núna er inn í kortunum og lagðadræðið sem að kemur til Íslands annað kvöld. Ég var svona, hvernig líst þér á þetta? Nei, ég meina, Stormur, eru þeir að ringi þig og biðja þig að vera með þetta djók? Ef þú hefur að hlusta það sem har þetta búið að vera núna 11 vikur röð og allir hættir að hlæja, hrista bara hausinn þetta byrjar, Og í alveg, er þetta kveikindi? Já, ég meina, þú getur fundið þetta á netinu, skilur, og þeir eru að hlæja, þeir eru 2 að hlæja þessu sjálfur. Ég bara nefnir, en ertu svolítið svona, þú veist að þú heitir Veðurguð, ertu svolítið áhugasamur veðurfræði og... Nei, ég meina, þetta er alltaf bara hljómsveit, sem maður er í, þú veist, og hérna, svo byrjar þetta sem svona saklaus grín hjá okkur bæ, og halda þeir áfram og þetta ekki enda. Þú meinar, ég get bóðið þér, mér vantar nefnilega aðstoð á veðurdeildinni hjá mér í mínu litla fyrirtæki, ég get bóðið þér vinnu. Ekki, ég meina, þetta er ekkit fyndið, mér finnst þetta ekkit fyndið. Ingo, hefur engan svona ánalsgríns, hefur engan áhuga á veðri? Nei, ég meina, strákar, þetta er bara hljómsveitin, ég meina, þið vitið þetta alveg. En á hverju Veðurguðin? Ég held að þú væri búin að spá eitthvað í þessu. Maður muni ekki eftir lagin hérna, veðurfræðingar ljúa. Tekur það aldrei á í alveg, tekur það ekki vinnur sinni? Nei, þetta er alveg orðið illa frekk. Við erum að hlusta hér á Ingo Veðurguð og Sigga Storm í beinni útsendingu að ræða málin.
Þetta ekki hægt, sko, Siggi, ég ætti að heyra ringja nú hvernig föstudegi. Nei, við erum að hætta núna, þetta var síðasti. Nú erum við svolítið að klára þetta. Ángríms, Ingo, ég lofa, við erum að bury the hatchet núna. En þú mátt náttúrulega ekki fara að taka með vinnuna, sko. Það ég minna, þú veist, hvað ákveður á ég lifa? Ég kann ekki að syngja. Nei, hvað, Siggi, erst þú næstur að fara að ringja mig núna vikulega með eitthvað svona djóka? Sko, ég kom með símanúmeri, það er GSM-ið. Já, ég minna, laug og hættu að vera við ætlum að leyfa ykkur að spjalla bara. Já, Ingo fannst þetta löngu hættu að vera fyndið. Við höfum ennþá gaman að segja þarna og ljótt að segja þá hef ég mér ennþá gaman að þessu í dag, maðurstríðunum, en við erum satt hættur. Hann baði okkur um það og það er ljótt að vera að fíblast áfram ef að fólk er búið að biðja að hætta því. Það er bara þannig, en við ætlum að halda áfram með Best of þátt hér í allan dag og ástæðan, Steindi Junior, hann er tökum á þættinu sinu Hreinn Skjöldur, Egill fannin til Manchester á United Chelsea og svo eru tökur í gangi á Got Talentana, þá er að gera henda bara eitt svona þægilegan Best of þátt og áðurinn í hendi næsta lag, þá ætla ég að setja hérna á annað lag sem að Sverri tók einu sinni hjá okkur í beinni, hann var oft í þetta með föstudagslögin en svo báðu við, Egill var hann svo þreyttur á að Svessi væri alltaf að róa lögin niður og við vildum heyra hann syngja She-Wolf eins og söngkonan. Tjekkum á sig þetta. Kottu liðin í stuð, það eru margir að hlusta. Nákvæmlega, Sverrir. Geta þessu, maður fengu hann til þess að taka þetta í sömu tóntegund og söngkonan. Ég held þetta sé mitt Shia hérna sem að syngur Chandelier. Það var flott hjá honum, en þar sem að við erum nú í Best of þætti hér í dag á FM 95 Blöð, hvernig væri þá að hendi eitt lag sem að, ég hugsi að við spila þetta lag svona 100 sinnum fyrsta árið sem FM 95 Blöð byrjaði. Hrikalega flott lag, fíla þetta ennþá. Þetta er Kanye West og Jay-Z með Why I Love You. En þið eru að hlusta hér á Best of þátt að FM 95 Blöð þennan föstudaginn, 24. október. Klukkan rétt rúmlega 4:30 fyrir ykkur sem voru að spá við það. En næsti skett sem ég ætla að spila hér er skett sem að við Sveppi gerðum á sínum tíma. Og það var... Þetta er líka vel við hæfið, því að það er nú bleikum mánuð núna. Það er október og þá er svona bleika slaufan og allt í gangi. Og ég held þetta að vera í fyrra fyrir enn í hitti fyrra. Og þá ringdu við sem sagt í mömmu og vorum að ljúga henni að við ætlum að bjóða upp stefnumót með henni. Það voru sem sagt, það var verið að bjóða upp allskins hluti, gítar frá Bubba Mortens held ég og penna frá Hugleik og heilan tvíhöða þátt og eitthvað. Og við ringdum í mútu og lugum henni að það væri búið að gera auglýsingu þar sem við ætlum að bjóða upp stefnumót með henni. Tjekum að það séu það. Við erum núna búinir að, þetta er eiginlega það sem við köllum bara vinn-vinn, mamma. Vinn-vinn? Já, því að þú ert að bæða frá styrkja gott málefni og heppin. Og verður kannski heppin. Jésús, hvað er nú? Hvað nú? Viltu heyra það hérna? Það er bleika slaufan, þú kannast við það. Já. Krabbameinsfélagi og það er núna að vera að bjóða upp ýmsa hluti. Já. Það er að vera að bjóða upp gítarinn frá Monsters of Men og svona fleiri hluti og svona allskins dót vera að bjóða upp. Já. Mynd af fósettisráðherranum og svona. Já. En hlustaði nú því að hérna kemur nýjasti trailer að ég sagði ég væri með leyfi frá þér. Og þannig að ég vil leiða bara úr hlustuna svona. Já. Bleika slaufan kynnir. Bjóddu í stefnumót með Mömmans Audda Blöð. Hefur þig alltaf langað á stefnumót með Mömmans Audda Blöð en aldrei vita hvernig þú ættir að nálgast hana? Nú hefur þú tækifæri á að styrkja gott málefni ásamt því að fara í rómantískan kvöldverð með celebrity mömmunni Hafdísi Svinsdóttur. Rífðu upp veskið, Fóli. Krabbameinsfélag Íslands. Hvað heldur þau? Gerðu ekki. Og ef þú ert ekki að ljúga mér, þá drep ég þig. Það þarf að fara í. Ég er að segja það, Öðun. Ef þú ert ekki að ljúga mér, Öðun, þá drep ég þig. Það er meina línu. Þetta er aldrei heitt þegar ég gerði ekki. Það er að spila á bylgin og léttin. Ég fólengur ekki. En herðu, þú getur safnað það er þegar komin einhver 90 skall. Nei, þetta er að byrja núna. Nei. Hvað heldur að fara? Þetta verður ekki. Mamma, Þetta verður ekki. Hvað heldur að fara á? Ekki að ræða það, aldrei. Þetta verður á grillinu, við fengum gjafabréf á grillinu. Já, það er gott út að borða.
Það hættu þessu. Styrki gott málefni og kannski kynnist einhverju góðu manni. Á ég ganga frá þér bara. Ég held að þetta svo ánægð með þetta. Nei. Þetta er bara... Alls ekki. Þetta er þrefalt vinn fyrir þig. Ok, en hérna... Hvað myndir að halda svona stefnumóti myndi fara á? Hvað þér sátt þinn? Hættu þessu. Núna. Ég heyrðu þú þessu. Já, Já, hún var ekki sátt við þetta, hún múta og kannski ekki skrítið. Við höfum að fara núna í auglýsingar og höldum svo áfram hérna með Best of. Ég minni á 511-0957, það er eitthvað sem þú vilt heyra, eða bara inn á Twitterinn, AudiB. Þá Doritos og Boli Kynna, Reykjavík Comedy Festival, 24. til 27. oktober í Hörpu. I cooked a meal for my friend recently and she said, I can't eat that because I've got a wheat, lactose, banana, Marmite intolerance. I think you've got an eating disorder. Nánari upplýsingar á sena.is, miðasala á miði.is og harpa.is. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú boðið stórfjölskyldunni í 2 mánaða ferð til Suðurskautsins á meðan þú slakar á í Karibahafinu. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Smáralind opin til 7 í kvöld. Vertu velkomin. Smáralind, góða skemmtun. Tax-free af öllum vörum í öllum verslunum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Komdu í 14 ára afmælisveislu Tapasbarsins dagana 27. og 28. október. Veitingar á afmælisverði. Tapasbarinn sjóðheitur í 14 ár. Vertu með öflugustu nettengingu sem völ á. Alla leið inn til þín. Pantaðu núna á ljósleiðarinn.is. Villtur matur úr hreinni íslenskri náttúru og öðrum framandi löndum. Veiðikofinn, Lækjargata 6A. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Byrjaðu veturinn með fullar hendur fjár. Lottopotturinn stefnir í 21 milljón á fyrsta vetradag. Lottó. Alltaf á laugardögum. Á Votlegum Símans og Vodafone finnur þú nýja þjónustu sem kallast Stöð 2 Marathon sem gerir þér kleift að nálgast nýjar og eldri þáttaraðir sem sýndar eru á Stöð 2. Þannig getur þú hort á heilu þáttaraðirnar nákvæmlega þegar þér hentar. Og nú getur þú séð fyrstu 3 þáttaraðirnar á Homeland á Stöð 2 Marathon. I am not a terrorist. I have never been so sure and so wrong. Veldu þér þína þáttaröð og taktu góða sirpu með Stöð 2 Marathon. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Í fríi núna, ég er búinn að eignast, litla stelpu, óskaði henni aftur til hamingju með það. Talandi Ísland gott talent að þá eru einmitt tökur í gangi helgina og allir miðarnir farnir út fyrir þessar áheyrnarpröfur en á þriðjudaginn inn á miði.is þá fer ég sölu aftur miðar fyrir fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag þannig endilega tekja á því ég held að sé meira þess að frýttinn þannig að að gera bara að vera snöggað koma sér á miði.is og græja miða eins og ég segi, ferða inn á þriðjudaginn. Það eru margir búin að biðja brjánbreka hérna í þessum Best of þætti og ég hlusta þá nokkra hér fyrir í dag og var reyna að finna eitt svona sem er í miklu uppáldi og voru náttúrulega nokkrir og svei mig þá ef þetta er ekki vinsælasti karakterinn í sögu þáttana. Já, brjánbrekið og tonn hljóta að vera svona vinsælastir en þetta er sem sagt brjánbreki, ég er að ringi hann þarna eftir þjóðhátíð. Þetta var þegar Ronan Keating spilaði á þjóðhátíð og þegar Brjálbergi svara núna þá er hann sem sagt að svara fimmtudaginn eftir þjóðhátíð við skulum heyra hvernig Brjánsi var svona eftir þjóðhátíðina Halló Halló Brjálbergi Já, veit það Hvað er þetta eitthvað slapur? Þetta veit ég Já, þetta er blöð Lesser, mistari Hvað er í gangi? Þú mikli meistari Já, takk fyrir það, ég er góður en hvað ertu eitthvað slappur? Ég er bara ennþá að ná mér eftir Eyjarnar Já, ertu bara veikur eftir þetta? Herði, ég var það þunnur eftir Eyjar Ég held að þetta væri falin myndaðilega eitthvað Já,
Glæsilegt. Það finnur að ég held að verið að fokkin. Nákvæmlega, þannig að aldrei verið svona, en þetta besta þjóðhátíð sem ég hef farið á. Næ, það nú gott að heyra. Það nú gott að heyra. Þú varst á staðnum eða ekki þegar við vorum að horfa á handboltan í dalnum. Og veistu hvað, ég sagði þegar að dómarinn gerði mistök. Þá sagði ég, út af með dómarann, innan með konuna. Já, frá. Það grenni allir dalurinn og hlutri. Það hefur slegið gegn. Hérna, ég bjóð þetta til, út af með dómarann, innan með konuna. Nei, það var í spaukstofunni, minni mig. Hæ? Var þetta ekki í spaukstofunni? Nei, það grenni allir og hlutri. Já, ok. Þannig að þú skemmtir. Jöfnveld, herðu, blöð. Já. Jöfnveld gilsarinn hann að vinnaði nettur. Já, það er gaman honum. Það var gaman að hitta hann. Hann þvílíkur snillingur, þú veist hvað ég sagði við hann fyrst ég hitt hann? Hvað? Ég sagði hann, blessaður rassus. Já. Ég sagði hann, blessaður rassus. Hún er svo hitt bókunum. Hæ? Já, því að hann er að tala um rassusa. Já, hann á það, hann fattaði bara rassus. Já, glæsilegt. Hæ? Hann er alveg illa nettur gæði, sko. Já. Svo var ég eitthvað hangaði með honum. Var eitthvað bara við tveir og rölda hana. Þá kom einhver kærast hans. Þá stoppaði ég nú bara og sagði, heyrðu, að taka með sér kærust á þjóðhátíð, það er bara svona svo, það er bara eins og að taka með sér bók á bókasafni. Já, glæsilegt. Skilur hvað við? Já. Það er nóg að gælum hana. Já, ekki taka þér með þér í dalinn. Hann er bara kósið að vera í brekkunni með konunum sinni. En hvað hérna ertu... Kósið að vera með konunum í brekkunni. Það, ok, það eru þetta hátíð á þeirra melgina, þau eru geður. Hættu þessu maður. Ég veit að kósið að vera með henni. Já. Ég er að fokk, Öddi, ég er að fokk ég, þú veit þetta 25 mestu meisturinn landsins. Já, glæsilegt. Þú var allir að tala um eitthvað dróna þarna. Ég skildi ekkert, því að það voru þetta 14.000 drónar þarna. Ég er ekki að fara að rölda dreknir í dal til að hlusta okkur helvitis róna. Nei. Þá voru það einhver söngvar sem heitir Róni og var að spila. Já, Ronan Keating. Ronan Keating, hann var að spila. Já. En hvað, hvernig heldur þú eru búin að jafna þig? Verður hann góður um helgina? Já. Þú hitti mig og brotaði ekki hann eitthvað hann í dalnum. Jó, herri, ég hitti á hvað bæði náttúrulega komst í þáttuna föstudaginn, svo hitti ég hann á laugardeginum og ég verð nú að segja það að Broddi, hann var nú að vinna einhverju kvenfólki þarna og þú varst nú alltaf bara eittir í hitti. Ég er yfirleitt bara til að djamma, en þegar ég er meira í gælunum í bænum, en reynda var smá vesen. Það var ekki til extra large smokkar á Magic Stick mitt hann í eigum. Þetta er lélegast ég leitaði alltaf extra large. Þetta er lélegast afsökkur sem ég heyrst. Þeir eru vist ekki með svona stórt Magic Stick hann í eigum. Þetta er ángrímsbreyðbreyð, þetta er verst afsökkur sem ég heyrst. Það voru ekki til stórir. En ég ætlaði bara svona að tekka þess að þér. Ég ætlaði bara svona að heyra hans í þér eftir þjóðhátíð. Já, ég er fýtt sko, en djúður ég að fíla handboltan. Eru flottir. Það reyndar einn algjör rasshaus í landsliðinu. Aron Pálmarsson. Nei, hann er fagmaður. Hann er fýtn í dag, en þú veist að hann er gælan sem ég var að hitta í vor. Hann sem byrjaði með henni og hún ætti með mér. Og þú veist það að hann spilaði næstu ekki sem móta, því ég sagði við hann, ég ætlaði að mölva honum tætnar en hann geti ekki spila. Þannig að hann kemist ekki í skóna, ég er ekkert að grínast með það. Þá er hann bara þvílitt nettur. Já, þetta er frábært. Hendur mér bara treyju, áritaði á sér. Þannig að ég var bara allan tíman í dalnum, ég áritaði treyju frá honum. Og var bara aðal maður, það er svona kýltreyja. Þannig að þeir eru orðnir vinir. Já, við erum vinir, við þekkjumst líka sko því að þjálfarinn hans er Íslendingur. Já, Alfred. Í útlöndum. Já. Og sem sagt, frændi hans og mamma mín voru eins og bólfélagar. Ég ætla að hvað ég að brjátt. Það er alltaf gaman að hýrða. Nei, Aron er snillingur. Býta hans, ég þarf að flýja bæinn núna í merkina. Já. Ég get ekki verið í allar svo homalikt. Herðu, ég heyri þið brjátt. Ég tjekka. Þú veist þetta segja næst ég hitti Söppa? Nei, ég veit ekki. Ég segði hann, blessa rassus. Frábært. Og hvað heldur að Söppi muni segja þá eða? Að gaman að heyra og sér búin að jafna á þjóðhátíð. Af því að þú þekkir Söppa líka, hvað heldur að Söppi segja þegar ég segi það blessa rassus? Ég bara veit það ekki brjátt.
Hvað heldur? Það segir kannski... Ég held að hann ekki að tala við. Þú ert rugglaður eða eitthvað. Já, það verður eitthvað frábært. Ég laka mikið til að heyra hvað hann segir. Já, herðu, láttu þið batna og við verðum í bandi. Herðu? Já, bye. Ég verður að kvæðja þið. Bye. Blessaður. Bye. Já, hann var ferskur alltaf, hann Brjánn Breki, hann var hann nýkomin að þjóðatíð og... Já, ætlaði Mölva tætnar á Aroni sem er einmitt núna í Þýskalandi að hlusta á, sendi stuðkveðjur til Kíl en það er komið að næsta lagi og þetta er held ég vinsælasta lagið, ekki bara á Íslandi í dag, held ég bara alla Evrópu. Þetta er Tove Lo með lagið Stay High. Í best of þætti af FM 95 Blö. Og já, það eru nokkri hérna á Twitter að biðja að spila aftur þegar að ég las upp ástabriðið fyrir Egil. Það getið gleymt því, það verður ekki spila aftur hér í þessum þetta. Mér nóg að þessu ástabriði. En ég fann eitt hérna skemmtilegt og á svona vel við núna því að ekki vantar jólatónleikana þessi jólin. Það er Bjöggi, Pálmi Gunnars, Stebbi Hilma sem er jólatónleika, Baggalútur. Ég held að það var aldrei verið jafn mikið jólatónleikum og núna. Þannig að það verður erfitt að velja. En það eru kannski einhverjir sem hefði viljað kíkja á jólatónleikana mína. Svona var allavega auglýsingin. Kæru landsmenn, þá er komið að því. Fjölmiðlamaðurinn og frostpinnin Auður Blöndal verður með sína árlegu jólatónleika í Hörpunni föstudaginn 14. desember. Þú? Og heldur svo norður á land og verður í Hofi laugardaginn 15. desember. Ekki allir í jólastuði? Auður mun syngja öll sín uppáhalds jólalög. Jólasveinninn að koma í bæinn! Jólasveinn kemur í kvöld. Segja skemmtilegar jólasögur og æsku sinni ásamt því að fá til sín góða gesti. Er þau nema það? Ég semst búin að biðja Gameboy jólagjöf frá foreldrinu hinu en ég fæ leik í Gameboy minn áður en ég sé Gameboy. Þannig að ég veit strax hver aðalgjöfin var. Af því ég var búin að sjá að ég var að fá leik í Gameboy. Og eins og í fyrr. Ekki margir mætt á þessa jólatónleika held ég svo við með þá. En við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar og höldum svo áfram með Best of. Hér framundan er meðal annars Pétur Jóhann sem graðumadurinn og já, sittkvað fleira. Þannig að ekki voga ykkur að missa mínútu. Við drögum andan djúpt og finnum hvernig orkan streymir líkamann. Finnum hvernig æðarnar tútna út og sjáöldrin víka. Finnum hvernig koffínið streymir inn í líkamann. Þér verður heitt, ólýsanlega heitt. Þér langar til að rífa þig úr öllum fötunum og laupa skrækjandi niður næstu götu. Egils orka. Og þú fær 2 flöskur og verði einnar í verslunum 10.11 í október. Smáratífúli og Pepsi kynna Hryllingshúsið 31. október til 2. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 65 55 1200 krónur inn. Ert þú tilbúinn í andvökunætur? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur. Stranglega bannað innan 16 ára. Lakkvörn og gljái frá Sonax. Fullkomin vörn fyrir vetraveðrið. Sonax. Pilsudagar í Pilsuvagninum Laugardal dagana 15. til 31. október. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal. Er ljósleiðari í götunni og ertu örugglega búin að tengjast honum? Vertu með öflugustu nettengingu sem völ er á. Alla leið inn til þín. Pantaðu núna á ljósleiðarinn.is. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Nú verður lesin lausasölu lyfja auglýsing. Eða hefur þú Voltaren gel? Voltaren gel er og þú færð allar upplýsingar Voltaren gel í næsta apóteki. Ertu að kötta? Þá er Ripcore línan frá Cymex fæðubótavörum fyrir þig. Líkam og lífstíll, Kópavogi. Líkamoglyfstíll.is. Hámaðu í þig með hreina samvisku. Safran.
Á rotlegum Símans og Vodafone finnur þú nýja þjónustu sem kallast Stöð 2 Marathon sem gerir þér kleift að nálgast nýjar og eldri þáttaraðir sem sýndar eru á Stöð 2. Þannig getur þú hort á heilu þáttaraðirnar nákvæmlega þegar þér hentar. Og nú getur þú séð fyrstu 3 þáttaraðirnar á Homeland á Stöð 2 Marathon. I am not a terrorist. I have never been so sure and so wrong. Veldu þér þína þáttaröð og taktu góða sirpu með Stöð 2 Marathon. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Alltaf á föstudögum 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Robin sem að dansa bara ein, svona eins og Hjöppi K, dansa bara ein. Þeir sem að við séð Hjöppa dansa vitið af hverju. Dancing on my own hér í FM 95 Blö, svona sérstakur best of þáttur í dag. Egill Einarsson staddur í Manchester og Steindi í tökum. Þannig að við ákvað að henda bara í eitt svona best of þátt líka í ljósi þess að þátturinn fyrir að vera 3 ára og við ætlum að halda upp á afmælið eftir 2 vikur, þannig ekki missa því. Ætla að reyna að fá alla snillingan aftur í stúdíóið og vera með svona sérstakann afmælisþátt. En næsti skett sem við ætlum að spila hér í þessari best of veislu er Graðimaðurinn. Það er karakter sem var í miklu uppáldi með þegar Pétur Jóhann Sigfússon var alltaf með mér hérna á miðvikudum. Að þá var hann að hringja á svona skrýtna staði og var að æsast kynferðislega við skrýtna hluti. Hringdi til dæmis í bókhaldsþjónustur og annað og eitt af svona mínu uppálds var þegar hann hringdi í sveit og vildi svona bóndin væri að tala beljurnar og helvítis beljurnar og það átti sem sagt að átti það æstan og við skulum bara heyra hvernig þetta gekk. Tjekkum á þessum. Graðimaðurinn. Já. Góðan daginn. Halló, góðan daginn. Góðan dag. Er þetta Jón? Nei, ég heit ekki Jón. Ertu ekki bóndi? Jú. Hvað heitir bóndabærið? Sem ég á heima? Já. Þetta er Bjóla. Bjóla alveg rétt, já. Ertu ekki með beljur? Jú, nokkrar. Hvað ertu með marga beljur? Það veit ég ekki. Hver er þú? Ég heiti Axel. Já. Hvernig er það svona, og ertu með kindur líka? Nei, það er nú páar. Það er nú lítið. En eitthvað af þeim? Nei, ekki mikið. 1, 2? Já, eitthvað svo lítið bara. Áttu með hund? Nei. En hvernig með beljurnar, er það útið þinni núna? Það er svona ímist. Já, og hvernig... Það voru að spyrja þessu. Hvað segirðu? Þetta er nú bara forvitni, sko, ég er svona aðeins að forvitnast bara með, þú veist, með beljurnar, ertu að tala við þar eða ertu að segja eitthvað við þar svona, þegar þú ert ekki að mjólka á mótnuna eða, hvernig? Seturðu þá, þegar þú ert að mjólka beljur, seturðu ekki eitthvað á spennan á þeim? Jú, það er bara að mjólka þeim, það er að gera. Og hvað, ertu með mjaltavél eða? Já. Sem er að strokka þetta, ekki? Er ekki að sjúga á þeim brjóstinn þá? Nei, þetta heitir að júur á beljum. Er þetta júur á þeim, já? Helvítis beljum. Hver ert þú eiginlega? Það er að ringja hingað. Nennir að segja fyrir mig, þetta helvítis beljum. Sjúga júur á beljum eitthvað. Nennir að segja það fyrir mig. Hver ert þú eiginlega? Býtu okkur að ringja hingað. Nennir að segja það bara einu sinni eitthvað. Setja ykkur tækja á júgur á beljum og sjúga þetta. Nei. Nennir ekki. Okkur að ringja hingað. Hver er það? Að því mig langar svo að segja eitthvað svona beljur og sjúga og... Hvert verður mjólkin? Nú er mjólkubúið. En hvernig tæki er þetta? Hvað heitir þetta? Mjaltavél? Setur það á júru? Er þetta ekki brjóst á þeim? Nei, það? Er þetta júur? Hvað kallar þetta? Hefur þú aldrei komið í sveit eða hvað? Já, má ég koma í sveit? Hefur aldrei komið í sveit? Nei. Er þetta ekki einhver skrítið bara? Hver ertu eiginlega? Mætti ég setja, ef ég kem... Ertu eitthvað furðulegur? Ef ég kem í sveit, fæ ég þá að setja þetta á júur? Nei, þú færð ekki. En að bera júursmisla á? Nei, þú er bara Bjáni. Ég vingar á að tala við þig. Nennir að segja ég sé Bjáni einu sinni. Já, Bjáni. Helvítis Bjáni get ég verið, það ekki? Er ég einhver helvítis belja eða tutti?
Heyrðu, ringdu hvort annað, ég má ekki vera... Nennar að segja það bara einu sinni, segðu ég sé eitthvað tutt. Ég er nú að gera, heldur að vera að tala við svona fugla. Nei, fugla. Já, verður þess. Segðu það, einu sinni hann. Þetta var Pétur Jóhann að ringja í eitthvað bónda hér og já, var að æsast kynferðislega við skrýtnan hluti. Þetta var æðislegt og já, þetta var svona bara einn af mínum uppáhaldskarakterum. En það er hins vegar komið núna að lagi sem er í miklu uppáldi á mér þessa dagana. Maður á alltaf að vera að segja frá því, en maður henda svona Cozy Blöð playlistan minn og ég hugsa þetta sé það lag sem ég hlusta hvað oftast á heimaði minn núna. Amen, amen, amen. Það getur þetta að vera að tekka hans betur á þessum snillingum. Allavega þetta hrikalega flott lag, en við veitum að halda áfram hér með veisluna og næsti skets er skets sem hefur verið spilaður áður í Best of þætti en margir múin að biðja hann á Twitternum og það var svona óvæntur móli sem datt inn hjá okkur Sveppa þegar við vorum að taka upp dagskalið sem að hétt Stigagangurinn og vorum að ringja og þóttust vera að flytja inn á Stigagangin hjá fólki og ég ringdi í konu sem að virtist bara ekki alveg vera náði hvað ég væri að segja og það kom við skulum bara hlustum á rekkinu. Þetta er þegar Kitty Balda var að flytja á Stigagangin. Halló. Já. Komdu sæl og blessu, Kitty heiti ég Balda og var að flytja hérna á Stigagangin hjá þér. Býta, hver er þetta? Kitty Balda? Hæ? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á Stigagangin. Býta, hvað segir þau? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á Stigagangin hjá þér. Í stæðinu? Nei, Stigagangin. Hæ? Ég var að flytja hérna á Stigagangin hjá þér. Á ég að flytja stæðinu? Hæ? Býta, hver erstu? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á Stigagangin hjá þér. Úti? Hvað segir þau? Ég fann ekki hvað það segir. Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á Stigagangin hjá þér. Hæ? Ertu út af söguferðum? Er þið út af söguferðum? Nei, út af hverju er þetta? Út af hverju? Ég var bara að fara að flytja hérna inn á Stigagangin. Herðu, viltu hringa í hitt númerið mitt? Gerðu það. Bæ. Þetta kvöldin alveg. Við erum að lendi Þetta er rosa algjör rugli núna maður. Hver var þetta? Og af hverju var hún svona? Þetta er Kitty Balda hérna. Halló. Þetta er Kitty Balda hérna, ég var að flytja á Stigagangin hér. Út af hverju? Já, einhvers staðar þarf ég að búa. Hæ? Já, einhvers staðar þarf ég að búa. Vittu við hvað það tala? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna. En út af hverju þetta hringa þeir þau? Ég var að flytja hérna á Stigagangin. Hæ? Ég var að flytja hérna á Stigagangin. Það tala stæði. Það er alveg einkannlegt, ég heyr ekki það. Ég var að flytja á Stigagangin. Á ég að fara af stæðinu? Það tala bílinn? Nei, ég er að tala Kitty Balda. Þú flytja í blokkina. Ég var að flytja hérna í blokkina til. Herðu? Já. Af því ég næ ekki hvað það segir. Nei, ok. Þetta er Kitty Balda. Já. Og var að flytja í húsið. Nú, svoleiðis. Mikið er í næði. Hæ? Og alltaf flytja í húsið. Já. Með okkar hús. Já, í Stigagangin. En hérna, vantar þig hvað? Nei, ég er góður bara. Er ekki allt í fínu? Jú, bara, ég byggðist afsökunar. Ég ætlaði bara að kynna mig. Hæ? Já, glæsilegt, ok, bæ. Glæsilegt. Þetta er eitt skrítasta síndara sem ég lendi í hér í FM 95 Blö og náði þegar ég sagðist þegar sveppist að ég var fluttur í húsi en Stigagangurinn var greinilega of líkt bílastæðinu en skemmtilegt símtalatnanferð við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar og svo höldum við áfram með og ég minna á að ef það er eitthvað sem þið vilja heyra þá hringi 511-0957 eða hendið inn á Twitterinn. Skítamórall verður á Spot Kópavogi laugardaginn 25. október. Tali verður í alla slagaran og gegndarlust stuð fram eftir mótni. Mættu og vertu með í umræðinni á mánudaginn. FM 957 kynnir fyrstu alvöru íslensku draugamyndina. Á, eitthvað hræðilegt eftir að gerast þetta. Fylgstu með á FM 957 næstu daga og þú getur unni miða á sérstaka FM forsýningu á myndina Grafir og bein þann 30. október.
Björn Hlynur, Nína Dögg, Gísli Örn. Við verðum að koma okkur hérna, við getum ekki verið hérna lengur. FM 957, Grafir og bein. Athugið að myndin stranglega bönnuð innan 16 ára. Og við drögum andan djúpt og finnum hvernig orkan streymir líkamann. Finnum hvernig hendur og fætur á sífelldu iði. Finnum hvernig líkaminn spennist upp og hjartslátturinn eykst. Hver taug spennt til hins ítrasta og þið langar mest til að spretta á fætur og skriðtækla gamlan kall eða konu. Egils orka. Og þú fær 2 flöskur á verði 1 í verslunum 10.11 í október. Í tilefni af 10 ára afmæli SingStar kemur út glæný útgáfa á PlayStation 4 og PlayStation 3. Nú geta leikmenn notað snjallsímana sína sem hljóðnema og sungið í þá ásamt því að stýra fjöruleiksins með glænýju appi. Hentu partíinu upp á næsta stig með þessum nýja SingStar leik, en hann inniheldur skotöldablöndu af lögum bæði nýjum og gömlum. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Kollagen rauðljósameðferð og splunkunýjir D-vitamin ljósabekkir í hjarta Hafnarfjarðar. Stjörnusól, Fjarðargötu 17, sími 555 72 72. Við kynnum til sögunar The Governor. American Style. American Style. Mexico-salat á hresingaskálan. Hljóma spennandi því það það. Hresingaskál. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal. Lóan farin, en hvernig væri að fá milljón í staðinn? Lottopotturinn stefnir í 21 svellkalda milljón á fyrsta vetrardag. Lottó, alltaf á laugardögum. Gómsætir hambúrgarar og safaríkar steikur. Grillhúsið. Tax-free af öllum vörum í öllum verslunum. Rúmfattalærin aðeins ódýrari. Á rotlegum Símans og Vodafone finnur þú nýja þjónustu sem kallast Stöð 2 Marathon, sem gerir þér kleift að nálgast nýjar og eldri þáttaraðir sem sýndar á Stöð 2. Þannig getur þú hort á heilu þáttaraðirnar nákvæmlega þegar þér hentar. Og nú getur þú séð fyrstu 3 þáttaraðirnar á Homeland á Stöð 2 Marathon. I am not a terrorist. I have never been so sure and so wrong. Veldu þér þína þáttaröð og taktu góða sirpu með Stöð 2 Marathon. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. 2 harðir og 1 mjúkur. 95 blöð á FM 957. Sitt hérna einn í stúdíónu. Pínu skrítið en nokkuð kósi svona í leiðinni. Vantar vitlýsingarna Egil og Steinda. Þeir verða komnir hér, allavega Egil eru komnir næsta föstudag og svo fyrir að styttast í Steindan. En við erum í svona best of þætti og ég ætla að halda áfram að spila svona gamla og góða sketsa. Og fann hérna einn sem klassískur og þetta var fyrsti talaði við símtal sketsin hjá okkur Sveppa. Og þarna náðu við mjög góðu símtali í blómabúð í Reykjanesbæ og talaði símtal gengur út á það að annar reynir að halda viðkomandi á línunni og hinn alltaf svona að tala inn á símtalið. Tjekum árum. Það henda þér á blómabúð. Henda í blómabúð, já. Þú ert að spyrja eitthvað út í eitthvað veislu eitthvað svona. Draumaland, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég var að hringja hérna frá veisluþjónustunni og mér vantar svo blóm, ég með jólahlaðborð. Já. Og ætlaði svona aðtóa hvaða möguleika þið getur hjálpað mig með. Ok. Sko þetta Áttu ekkert að hringja mig. Þetta stór salur, þetta 100 manna salur, þetta í yfirsölunum. Já. Og þetta eru hringborð. Þú ert alveg hættur að hringja, Fóli. Þetta eru hringborð sem maður þyrfti að skreita kannski með einhverjum svona látlausum blómum. Já, ok. Ertu að tala um einhverja aðra konu, Fóli? Halló? Já, halló. Já. Erum við 2 á línunni eða hvað? Ég veit það ekki. Ég hringdi nú bara í þig, sko. Já, ok. Það er svo einhver annar komið þarna inn, sko. Já, ég heyri ekki neitt, sko. En hérna... Já, þetta eru bara sko... Ég er ekki neinum fötum. Það er sko, jólarósirnar eru náttúrulega oft svona klassískar. Og ég er að hugsa um þig.
væri svolítið fallegt Mér á langar í þig jólarósina. Þú veist það, Fóli Sko, ég nefnilega, þetta er, sko Ég nöðroll og skell 7. des Já. Sem er laugadagur Ég ætla að kíkja hérna, ég er nú með plani hérna eitthvað staðar Já. Er ekki planið að koma og hitta mig? Sko, ég nefnilega, já, þetta er Klæða mig úr og kissa mig alla 100 manna veisla, sko Það ég haldi Ertu að hættu við mig? Halló Ég bara, heyrðu Já. Það er ykkur á línunni hjá okkur sem er alltaf að gemma frammi. Nú er það? Já. Ég á ekki það einastar, þú heyrir þetta ekki, þetta er bara ég sem heyrir þetta. Já, ég heyri svona eins og sé eitthvað svona pínu suð undir svona eins og Já, þú getur Kott og fylltu mig svo kalkún Halló Já, halló. Já. Heyrðu, við erum að tala í sambandi veislu Ég ligg þetta með lapirnar uppi Já, veislu þjónustan, sko Já. Og vantar smá fyllingu Þetta eru 10 manna borð Já. Og sitja sem og eru 10 borð, 100 mann, sko Mér langar svo í því, þú veist það En það er sko Akkur gerur ekki það sem ég byrði Halló Já, halló, heyrðu, má ég hringi í þig? Já, sko, já, þú getur nú gert það Ég er alveg tilbúin Þú veist, þetta er alveg rosalegt, það er bara eitthvað rugl í gangi þarna, sko Já, það Hvernig rödd er þetta? Er eitthvað að slá saman? Þetta er konurödd sem er Kott og fylltu mig Heyrðu, gefðu mig númerið þitt til að bara leggja á hringi eftir Já, hvað? Ég er að hita súkulega, viltu ekki setja á líka minn? Nú er ég farin að heyra, sko Er það ekki? Nú heyri ég eitthvað svona suð svona, það er númerið þitt Má ég vera íspinniðinn? Hvað sagður, ég ætti að vera íspinniðinn? Ég á ekki það einast orð Þetta er nú meira ruglið Má ég vera sleikja á þeim? Nei Jésús minn góður Ég ætlaði nú bara að fá blóm Heyrðu, má ég hringi í þig, hvað er númerið þitt? Sko, ég er í sem sagt Ímyndar í sig ís með engríti Síma Þú gera svo vel að fara af línunni Þetta er mjög ósmekklegt Já, halló Komdu þér að línunni Já, burta línunni Já, bara burti með þig, sko Já En ef þú tækir, sko, 10 jólarósir Ef við erum að tala um það kostar 1995 plantan Og þú gerir Ég er að bráðna eins og ostur Halló Halló Já Viltu nart í mig? Nei, það er eins og þú sért að segja þetta Heyrðu, gefðu mig númerið þitt Borðaðu mig Halló, ert þú að segja þetta? Ég veit ekki, þetta er eitthvað annarlegt í gangi, sko Þetta er bara Mér langar að vera sósan í samlokkun ykkar Ert þú að segja? Hver er einhver hérna hjá þér, eða? Nei, það er engin Þetta er bara eitthvað sem er á línunni hjá okkur, sko Er þetta eitthvað að slá saman? Já Er þið ekki eitthvað að fíblast þarna? Nei, í blómbúðinni Já Nei, getur ímyndar Nei Ég er ekki í neinu Ég á ekki það einast að tappa Komdu hérna að hlusta á þetta helvítið spull Það er önnur stúlka hérna hjá mér sem er í búðinni Já, er hún að hringja? Halló Já, halló Já Já, ég var að tala við hann út af ég er með, hérna veislu þjónustu er með 100 manns í mat 7. desember og er með svona kringlótt borð Já, ok Og ætla að Já, fá það sér er ykkur annar á línunni Ha? Það er ykkur annar á línunni Heyrðu það? Já Hvernig? Það er bara talað inn á Má ég vera flaskastóttirinn? Halló Herðu, megu við skella á og ringi aftur Má ég vera tappið hinn á flaskunni? Heyrðu þetta? Ha? Heyrðu þetta? Ég heyrði bara eitthvað svona óm Skrúaði mig af Tappið á flöskunni Nei Skrúaði mig af Halló Nei, skrúaði mig af Heyrðu hvað hann er að segja? Ég vill ekki vera tappið á flaskunni Ég vill vera tóm flaska Ég ætla að ringi við hvað er síminn hjá þér? Halló Ég vill vera tóm flaska Hvað er síminn hjá þér? Fylltu mig af rjómasósu Toppa Já Þorbjörg Má ég vera tappið? Eða ég vera tóm flaska? Halló Það var, talaði símtal sem að heppnaðist svona skemmtilega á sínum tíma og gaman að segja frá því að það eru 2 ár síðan að þetta símtal var tekið upp. Þetta er fljótt að líða, FM 9 fyrir blöð að verða 30 ára núna eftir 2 vikur og við ætlum að hendi einhverja veislu. Þá verðum við vonandi með nýjan tóng, nýjan brjánbreka og bara nýtt af þessu öllu gamla og góða. En hér er Midnight City, lagið Midnight City með M83. Midnight City í FM 9 fyrir blöð, sérstaklega svona best of þætti. Og ég ætla bara að láta vita ef það er einhverjir pókerspilarar núti sem er að hlusta þá styttist í Íslandsmótið í póker og þetta er alltaf risastórt mót og virkilega gaman að taka þátt í þessu. Það kostar 55.000 krónur inn í mótið. Það verður haldið í Borgarnesi þessu sinni og er ekki næstu helgi, heldur það þar næstu helgi. Og
sem sagt, það líka þetta að fara núna á gullöldina og reyna að vinna sér inn miða, til dæmis núna eins og næsta þriðjudagskvöld og þá eru 5 miðar tryggðir fyrir ykkur sem að vilja reyna að vinna sér inn á móti og svo verður Íslandsmeistarinn ár jafnframt fyrsti íslenski landsliðsmaðurinn í póker, en það búið að stofna svona fyrsta íslenska landsliði í póker og póker orðin lögleg hugar íþrótt. Egill Einarsson vill nú meina að hann sé fyrirlið Íslands í póker, en ég ætla nú að heyra í honum á eftir, hann staddur út í Manchester, spurja hann aðeins út í þetta, en fyrir ykkur sem hafið áhuga á að kíkja á Íslandsmótið eða reyna að vinna ykkur inn miða á mótið, þá erum að gera að skrá sig bara á pokersamband@pokersamband.is að gera að tjekka þessu fyrir ykkur sem hafið áhuga á að spila póker. En það er komið að næsta atriði og þetta er eitthvað sem ég fann sem ég held að ég hef ekki spilað aftur áður, en þetta var þegar Ari Edvald og Pétur Jóhann voru báðir hérna í þættinum og þeir eru báðir virkilega góðar eftirhermur og ég bað Jón Ársæl að taka Bubba Mortens í spjall, sem sagt að Pétur Jóhann myndi vera Jón Ársæl og Ari Edvald væri Bubbi. Hlustum að það. Vissi ég ekki. Gerðu eitthvað fyndið. Ég er ekki eftir. Gerðu þú að maður heyra það. Nei, herðu, býtu. Þú ert að skemma leik. Manstu eftir leirnum? Ég leir í höndunum á þér. Já, alveg rétt. Og hérna, og þú ert náttúrulega, þú ert hellinga eftir hermum, Mari. En svona mínu uppáhalds er Bubbi. Og mér langaði að dobla ykkur ef að Pétur Jóhann, ef þú tekur Jón Ársæl og Bubbi mæti til hans, Areldjón, og Jón Ársæl er að ræða við Bubba af hverju að Bubbi hættur á Facebook. Ertu til í það, Ari? Af hverju hann hættur á Facebook? Já, er það? Sást ekki þá í yfirlýsingu dag? Jú, hann hættur aftur. Já, þú var alveg hættur saman. Já, heyrðu það, við finnum eitthvað út af því. Ok, maður sjá, þá erum við hérna Jón Ársæl og Bubbi Mortens. Maður heyri ykkur. Já, ég þarf að koma mér aðeins síðan, sko, þetta er við að pottur brotin Áspjörn og það hefur verið flogið ansi hátt þetta stóra Facebook-málið, svo við förum ekki dýpra í það. Af hverju hættur þú á Facebook? Já, sko, ég er þannig að ef ég segi eitthvað, þá hlusta margir. Og ég er að segja þetta bara við vini mína á Facebook og segja eitthvað að það þarf að laga þetta. Þessu er bara slegið upp sem frétta í eftir og ég bara fekk leið á því. Já, þannig að þetta hefur ekkert með trúmálin að gera, Bubbi. Ha? Þetta hefur ekkert með trúmálin, þú trúaður maður, eða ekki? Jú, ég trú á liti. Ég trú á liti í fólki. Þú ert með bjartan lit og ég trú á nærveru og það góða og ég trúi bara á mjög margt. Já, þannig að það er það sem heldur þér á jörðinni, Bubbi, er það ekki trúmálin? Jú, bara hógværðin. Já. Maður er bara pínulítill kall mitt á milli þess sem maður er risastór í einhuga og maður reynir bara horfast í augu við það hverjum degi. Já, og svo kemur þú hérna reglulega á ægisíðuna að fleita kettlingar. Hvernig sagði hann á bakvið það? Það var gamall kall sem hétt Siggi Jonna og hann kendi mér að fleita kettlingar og ég safnaði elspítum fyrir hann og fleira og þetta var svona skrítinn kall karakter og rosalega mikið í hans bunnið og rosalega myndalegur þegar hann var yngri. Hann kendi mér þetta að fleita kettlingar en ég hélt alltaf að þetta héti bara sko að fleita eldingar. Ég miskildi það og ég ger alltaf svona BOOM hljóð þegar ég gerði það sko og geri það eins á út á ægisíðinni. Konið sæl og blessun eins og við segjum. Við kveðjum Bubba Mortens, þar sem honum líður vel, fleitandi kettlingar á ægisíðunni og segjum þetta gott í bíli. Þetta hafði ég gaman að. Já, ég hafði gaman að þessu og hafði gaman að þessu aftur núna. Þetta er, langbesta Bubba eftir Hermann á Íslandi og ég geti óskað þess að hann myndi bara labba á eftir mér hann Ari og væri í karakterinu hans Bubba alltaf. Þetta var samið á staðnum og þetta var svo fagmannlega gert. Við ætlum að fara hér í auglýsingar og höldum svo áfram. Ég ætla að reyna að heyra í Agli út í Manchester meðal annars. Nú er Glumbar laus úr sambandinu og er í jamskónum. Ertu með? Lán eða ekki lán? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Nú eru við líka á Bíldsöfða. Safran. Ekki missa stærstu rocktónleikum ársins. Slash ásamt Miles Kennedy og The Conspirators í brjáluðum rockir í Laugardalshöll 7. desember.
frí af öllum vörum í öllum verslunum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Skráðu bíliðinn á bíló.is. Höfðahöllin, Funahöfða 1. Í dag er 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ógrendur ekki allt lagið þar, tók bara sinn part, vantaði Jay-Z. Maður svona vona því að þetta var í beinni útsendingu á netinu að Jay-Z myndi poppa hann upp allt í hennu en þá veist bara Bill Gates hann hangandi upp í stúku með eitt kaldan. Sá hann vist enginn. Kannski hægt rótt honum mikinn pening, geta að fara á tónleika og sérði enginn. En þetta er Holy Grail, virkilega flottlega, búið að spila það oft í þessum þætti. En ég setti ekki eins og ná núna, það var í kerfinu og það er oft með svona lög eins og Holy Grail og þetta er líka eins með sjónvarpsþætti. Ég veit ekki hvort þið skrítið að vera að tala við, já bara hlustendur en engan hérna í stúdíón en ég held að sé ekki bara ég, en kannast ekki við þá tilfinningu, það kemur lag í útvarpinu og þú hækkar í og þið finnst rosalega gaman að hlusta á það, en þó þú væri með það á geisladiski bílnum, þá hefur ekki sett það á. Eða væri með það á Spotify símanniðinum eða eitthvað, þá myndir ekki hlusta það en af því að kemur í útvarpinu þá hækka maður og ég fundi fyrir líka með hérna eins og með Friends á Gullstöðinni ég á alla Friends-seríuna eins og hún leggur sig á DFT heima en samt býði ég alltaf til 20 mínútur yfir 6 bara alla virka daga eftir að Friends byrji og horfa á það í staðin fyrir að fara bara upp í skáp og sækja DFT en þá þyrfti ég ekki að býða kannski klukkutíma. Þetta er eitthvað skrítið, en já, svona jafn skrítið að tala við sjálfan sig hérna í stúdíónu. Við ætlum að fara næst í hljóðbút sem er nú kannski ekki beint best of, en ég sá þetta hérna áðan og langaði að spila þetta. Þetta var svona trailer sem að Hjöppi var að byrja með svona rétt ára en hætti og þá þannig að var að tala við úlinga á þeirra máli. Það er oft þreyttir að fullorðið fólk er reyna að tala við úlinga og Hjöppi, hann vildi svona meina að hann geti tala við úlinga á úlingamáli. Tjekkum á þessu. Hæ krakkar úlingar, þetta er Öddi Blöð hérna. Þið ljótum að muna eftir mér og þáttum eins og 70 mínútum á strákonum. Því líka vitleysa sem var í gangi þar. En hérna er að koma maður sem ætlar ekki að vera með ykkur að vitleysu. Þetta er hann Hjörvar Hafliðason og hann ætlar að tala við ykkur á ykkar máli. Hlustiði. Yo, what's up? Hvað er glataðra en fullorðnir að tala við úlinga eins og þessu mökk fullorðnir? Samkvæmt 77. lagagrein þá mega úlingar ekki fá sér að drekka. Nei, ég tala ekki svona við úlinga. Framöndan er nettasta, þéttasta og speysaðasta helgi ársins. Vestló og auðvitað fara allir sem eru ekki með rass fyrir haus til Eyja og verða í tómu tjóni. En frasinn að vera í tómu tjóni eða í tómu rugli þýðir bara að það sé nettur stemmari í gangi. En hei, ég nenni ekki að tala við ykkur eins og ég sé einhver freaking pappi. En það er þó eitt sem ég verð að ræða. Ef þú ætlar að vera með alvöru swag, þá máttu ekki vera með allt niður þig eins og Gilsi myndi segja. Farið bara að chilla í jammið. Það er miklu meira swag að drekka bara nokkra kalda. Því ef þú drekkur allt of mikið, þá fer bara allt í apaskít eins og Öddi myndi segja það. En hei, dettum í tómt tjón í hefi nettum fílingi í dalnum og munið að fara varlega í brensaran því þá fer the swag og eitt annað, setið gúmi á gaurin. Það meikar enginn einhvern lítinn lilla link eftir gott game í stjörnusalnum inn í Herjólfsdalnum. En wow, ég er hættur á blaðri ykkur krakkar. YOLO og munið, lífið er frekar nett. Það var rétt að byrja hér. YOLO. Já, hann kunni að tala úlingan, Hjörvar. Þetta var, ég heldur að hann tekið 2 eða 3 svona sketsa. Það var eitt sketsa sem þá var hann að tala við úlingum að hætta að reykja. En þar sem að nú lítið eftir að þættunum átti að fara bara beint hérna í næsta hljóðbút. Og já, þetta er eitt af mínum uppáhald líka og þetta var þegar Pétur Jóhann Sigfússon var í vonda atinu og syngdi í sérstakann saksóknara. Þetta er stutt símtal en ég hafði mjög gaman af þessum tíma. Hlustum á það. Ég er fegin ára búinn. Já, ég vil í mínu tilfelli að þú ringir fyrir mig í embætti sérstaks saksóknara. Sérstakur saksóknari? Já. Okay. Aðeins að heyri ég.
Skrifaðu ekki bara hérna, sérstakur saksóknari. Jó. Já, hérna er það, embætti sérstaks, ok? Hérna. Já, sérstakum saksóknari, góðan dag. Hvað er það? Halló. Þetta er sérstakur saksóknari? Já. Já, ég er líka sérstakur. Hver er þetta? Ég er sérstakur. Já, ok. Já, Það er nú gott. já. Alveg eins og þú. Alveg eins og ég, nákvæmlega. Alveg eins og þið, hann er sérstakur saksóknari. Hver er þetta? Össur heiti ég. Össur? Já. Já. Ætlar að heyra í einhverjum hérna eða? Það er bara, ég ætla bara að segja ykkur að ég er líka sérstakur, alveg eins og þú. Já, mjög sérstakur, ég heyri það. En hvað er þið að gera þarna sérstakur saksóknara? Ætlar að heyra í einhverjum sérstökum? Já, einum sérstakur saksóknara kannski. Ég held að hann sé bara ekki laus. Ég get alveg beðið. Þú get alveg beðið? Já. Það eru byttu það aðeins. Aðeins að beða, já. Er ekki lægið með Ringi sérstakar saksóknara. Sjúklegar hessistrákar. Já. Þú sér sérstakar. Já. Hver er þessi? Þú er búin að ná þessu? Þú varst búin að lofa að þú ætlar ekki að stríða mig. Þú veitum hvað? Var ég búin að lofa þig? Já, Pétur var búin að lofa þarna, hann ætlaði ekki að stríða þeim, sveik það lofvörð. Hann gerir það reglulega, Pétur, svíkur lofvörð. Nei, ég segi svona, hann er voða ljúfur, svíkur engin lofvörð. Við höfum eftir einn skets en áður við fáum hann, skulum við fá, Blame It On Me. Þetta er George Ezra og hann hefði býst á uppið, fílaði Budapest-lagi hans. En ég held að sé komið að síðasta sketsinum hér hjá mér í dag. Og þetta er sennilega vinsalasti FM 95 Blöð sketsin fyrir upphæðu, sveimi þá. Hann hefur verið spilaður áður hér í Best of þætti, en ætla að spila hann aftur. Margir á Twitter er búin að biðja hann og þetta er þegar, Pétur er búin að eiga nokkra þetta í dag, ég er að taka eftir því. Þetta er þegar hann hendi hvað segir kallinn og þau heldur þetta væri einhver beggi. Það þarf alltaf að útskýra hann að skets, ég held að séu flesti búin að heyra hann, en skulum hlusta á hann eins og enn. Já. Sveinspökkari. Hvað segir þú, Beggi minn? Þú er að tala svolítið skýrar. Heyrðu, Beggi? Beggi? Já. Ætlaðu að tala við Hjálmar? Já, leifur að tala við Hjálmar, Já. Leifur. Inn símanum? Kanski kjellin. Leifur að tala við Hjálmar bara. Halló. Sæðis? Já. Já, halló. Halló. Já, kanski kjellin. Já. Hvað er kjellin? Herðu. Ekki alltaf leið. Þetta er Hjálmar? Já. Hvað er kjellin? Hvað er kjellin, Hjálmar? Ég skil ekki orða því sem þú ert að segja. Ég skil ekki orða því sem þú segir. Hjálmar, hvað er kjellin? Hver er það sem lætur svona alveg eins og eitring? Beggi maður, Beggi. Hæ? Það er Beggi maður. Já. Hvað er kjellin? Herðu. Beggi. Já. Ekki alltaf leið. Heyrðu, ég má ekki vera þessu, ég er að drífa mig hérna út, ég er að koma upp þér. Hvað er kjellin? Hjálmar! Já. Hvað er kjellin? Hvað er kjellin? Þú, geðsjúklingur að það, hættu þessu bulli, ég nennis ekki. Segðu, bara tala eins og maður svo ég skilji þig. Það var einn kleinur eitthvað úti, hvað er kjellin? Halló? Nú er hann farin. Yes, man! Ég er að dreipast í Ég er komið hauskakjáðsum, man! Ég andinn hafið, man! Hver er Beggi?
Hann er greinilega alltaf ringandi Bara beggi farið að haga þér svo maður Þið er ekki að tala venjulega maður Svo skellt hann á maður Það var mikið maður Djöfull er ég forvitin að vita hver Beggi er núna maður Fínt að enda á þessum rekk Þetta var, vonda við vorum að reyna að láta skella á okkur alveg rétt og hann hendi í hvað segir gællin Búið að virkilega gaman að sitja hérna með ykkur í dag Vonandi höfðu þið gaman að kæru hlustendur Biðst afsökunar á að við skildum ekki vera með venjulegan þátt En vonandi slapp þetta nú Við verðum mættir hér næsta fösta Gætir endar orðið pínu skrítin þáttu líka Þar sem að tökur á Ísland Gott Talent Eru í gangi alla þessa helgi og næstu En við hljótum að finna einhvern út úr því Finna einhvern veginn út úr því Þannig endilega tekkið á okkur Allavega verður Egill komin aftur til landsins Þó að Steindi sé ekki komin aftur Svo fer þetta allt að detta í gamla góða normið Núna þegar nóvember dettur inn Og talandu nóvember að fyrsta föstan í nóvember Þá verðum við með afmælis þátt því að FM 95 Blö er 30 ára þannig að það verður allavega veistla og svo fer þetta að rúlla eðlilega ég held að sé við hæfi að enda þáttin bara á laginu sem að starta þessu öllu FM 95 Blö lagið góða helgi kæru hlustendur og hafið það bara gott helgina heyrumst eftir viku, takk Nú verður lesin lausasölu lyfja auglýsing með eða hefur þú Voltaren gel Voltaren gel er og þú færð allar upplýsingar Voltaren gel í næsta apóteki. Ert að móta vöðvana? Þá er Lean-Core-línan frá Cymex fæðubótavörum fyrir þig. Líkam og lífstíl, Kópavogi. Líkam og lífstíl. Græna byltingin er hafin á Subway og við kynum nýjan bát til söguna. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Höfðahöllin, mikil sala, vantar bíla á skrá. Höfðahöllin, Funahöfða 1. Í dag er 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6.